Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Gaman að fá því heimsókn. Já, takk fyrir. Það búið að vera svona smá aðdragandi að þessu hjá okkur. Já, það búið að vera það. Það búið að taka nokkuð tíma að koma þessu heim og saman. Það er mikið að gera þér. Já, það er það. Er það bara álagið við að vera að reka sinn eigin fjölmiðil og í mörg horn að líta og... Já, það er náttúrulega svo að þú veist að við erum náttúrulega talmálsrás, útvarpssaga er talmálsútvarp og það fylgir því mjög mikil vinna að fylgjast með, lesa í atburði líðandi stundar og átta sig á því svona hvar áherslunar liggja, búa til dagskrá sem er svona í réttu samræmi við það sem að fólk vill heyra væntanlega og við náttúrulega höfum það hlutverk að lesa í þær staðreyndir sem að við okkur blasa, sýna fram á þjóðfélagið sem við búum í en ekki bara að draga fram einhverja glansmynd og einmitt í talmálsútvarpi þá reynir mjög á það að þú sett fluglæs á samfélagið og líka það sem við erum með erlendafréttir og erlendafréttaskýringar og annað að þá þarf að fylgjast mjög mikið með og lesa vel í það til dæmis hvað kemur frá Alþingi, hvað þýðir lagasetning á Alþingi, hvaða áhrif hefur slík lagasetning á þjóðfélagið á hverjum tíma og eftir mismunandi málum. En hvernig að mixi svolítið saman að vera þetta sem þú ert að segja núna og síðan vera rekafyrirtæki og utanhaldi í kringum það og síðan vera sjálf í loftinu ákveði mikið bara hverjum degi sko. Ég er eiginlega útvarpsstjóri sem er líka starfsmaður á plani. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Og það er svona, það er mjög mikið álag að finna því stað og þetta er náttúrulega gríðarleg skipulagning af því að ég sé alla dagskrá og tónlist og fleira sem kemur þarna inn óneitanlega og efnistök og raða því saman, þannig að það er bara mjög mikið, en fyrst og síðast er þetta skipulagning, myndi ég segja. Þið eru ekki rétt hjá mér þessi nýju orðin hvað, 20 ára? Við erum bara að skríða inn í 20. árið núna, jú. Hvernig sko að því fjölmiðla rekstur á Íslandi hefur nú í gegnum tíðina ekki verið besti business í heimi, þetta er hark, þetta er erfitt, þannig að það er ákveðið afreki sjálfur sér að vera ennþá í loftinu eftir 20 ár. Já, ég vil nú játa það vegna þess að ég áttaði mig á því ekkert alls fyrir löngu hversu langur tími og hversu mörg ár þetta eru því að sko hvert ár er svo bæði dýrt og þungt og þess vegna kannski lifa fjölmiðlar ekkert mjög lengi en þetta eru þó öll þessi 2 áratugir er langur tími og já, það er svo sannarlega hark því að ekki eru við með stuðning frá ríkinu og rekum okkur algjörlega sjálf á bara auglýsingum. Hvernig var fá þessa hugmynd í upphafi og hrindin í framkvæmd? Það hefur vantarlega verið aðeins meira en að segja það. Já, það er nú með það og ýmislegt annað sem gerist mjög hratt og ég hafði nú byrjað á sínu tíma hjá Ríkisútvarpinu á gömlu gufunni fyrir 40 árum, þannig að maður getur nú farið einhverja áratugi aftur í tíman. Þú ert með 40 ára reynslu í fjölmiðlum? Já. Það er alvöru? Já, og þá byrjaði semst á gömlu gufunni þar sem að enga frjálsastöðvar voru til og eitt leiddi af öðru sem þýddi að það var ákveðið Alþingi að útvíkka það og búa til óskapað þjóðarinnar sem á þeim tíma var Rás 2 sem átti að taka inn meiri tónlist. Alveg rétt. Og ég var svo fengin í þann hóp að setja á stofn Rás 2
og við byrjuðum þar 4 í morgunútvarpi undir stjórn Þorgils Ástvaldssonar, ég og Páll Þorsteinsson, Ásgeir Tómasson og Jón Ólafsson sem þá var kollungur og skemmtilegur eins og hann enn í dag og þannig að þá svona fór ég að sjá enn frekar hversu skemmtilegur og skilvirkur miðill útvarp Mjög skemmtilegur svona því ég vann aðeins í útvarp á tímbili Já. Og þá var ég búin að vinna í sjónvarpi og það sem ég fannst við útvarpi var sjónvarpi þarf að taka upp, þú þarf að klippa, Já. það allir í mynd Já, útvarpið bara, þú veist, ef þú ert með rétta rásir, þú getur bara ítt á rekk og þú ert bara komin að nút. Já, það er svo spontant. Rosa spontant. Já, og þú getur, eins og þú þekkir líka væntanlega á margir að það er ekkert eldra en fréttin frá því í gær. Þessuna þurfa eins og brúna prentmiðlar að líða dálítið fyrir alla þennar hraða sem á sér staðinu út á stöðunum, alltaf í beinum útsendingum og náttúrulega inn á netmiðlum og samfélagsmiðlum. Þannig að einhver umfjöllun, hún jafnvel tæmandi talin yfir daginn í gegnum þessa miðla þegar það komið að fréttatíma sjónvarps sem dæmi. Og þar að leiðandi mingar áhorf og fréttir í sjónvarpi og eitt leiðir af öðru og prentmiðlarnir sem eru þá að fara með sömu fréttina í prentun klukkan 12 á miðnætti, þeir eru bara konum næsta morgun með gamla fréttir. Ég man þegar ég var að klára tíma minn á stöð 2 þá voru netmiðlarnir alveg að ná fótfestu, vísir.is og MBL voru svona þá að verða stærri en prentmiðlarnir og þá var einmitt allt í einu komið þetta að það átt að skúpa einhver í kvöldfréttum sjónvarps og það var bara ekki hægt lengur. Að því einhver frétt sem var kannski einhver sat á henni á hádegi, það bara þetta verður að fara út á netinu núna bara því annars einhver annar komið með þetta. Svo út að saga farin að fjallum henni klukkutíma klukkan 1. Ég segi það. Þannig að það er svona einmitt, kannski kvöldfréttir sjónvarps og sérstaklega prentmiðlarnir sem að hafa liðið fyrir þennan hraða. Þeir eru að gera það. En hvernig að vera búið að því það ekki margir sem eins og þú með svona mikla reynslu að hafa yfir sín yfir tímabilið þar sem var bara ein sjónvarpsstöð og það var bara og ekki sjónvarpsfundum og eins og þú segir, bara gufan í útvarpinu. Já, og mátti ekki spila dægurlög. Það var toppurinn. Það var alveg toppurinn. Það voru bara þættir þarna eins og óskalu sjómanna og óskalu sjúklinga og lög unga fólksins á þriðjudagskvöldum. Öðru leyti mátti ekki spila dægurlög. Og þegar ég kem inn til Ríkisútvarpsins og var þá söðlega yfir frá rannsóknarlögreglu ríkisins að það hafði ég svona 3 mánaða tímabil til að hugsa það hvort ég vildi gera þetta einhverju svona frambúða starfi mínu og sem ég féllst nú reyndar á og sá að þetta var skemmtilegt og lifandi allt öðruvísi svona andrúmsloft og umhverfi þegar lögreglan svo mikið það tilheyrir því svo mikið sorgarumhverfi. En þarna fór maður inn í gleðina dálítið og ég vildi spila tónlist og hafa svolítið fyrir þessu og við byrjuðum að rása eitt með beinar útsendingar í síðdegis útvarpi manni var þarna áðurnar Rás 2 kom til að þá vorum við að senda út frá Þulastofu og það var nokkuð skrautlegar selur sem að þá komu upp strax. En þetta var sem sagt að spila eins og bara Raka Bjarna skiluru eða Sumargleðina, það var alveg á mörkurum. Það var alveg á mörkurum? Þetta er magnað. Við gleymum því hvað hlutinir hafa breyst hratt en talandum við þetta í nútímanum að ná athygli. Þessum tíma hefur verið væntanlega miklu auðveldara að ná athygli fólks af því að ef þú vildir hlusta á útvarpið þá var bara þessi stöð. Á meðan að núna þá ertu ekki bara að keppa við allir sem fjölmiðla podcastin samfélagsmiðlana Netflix og alla veiturnar þetta orðið svo rosalega mikið. Þetta það og þetta náttúrulega það sem að kennarar þess tíma eins og þú ferð þetta aftur í tíman að það var talað til dæmis að Madonna hún var mest í óvinnu kennarana vegna þess að börnin þau hefði ekki athygli kennarans í tíma því þau voru þá byrja að horfa á myndbönd, tónlistarmyndbönd sem voru að byrja að koma fram á sjónarsviði gegnum kassettur
og þetta svona eitt leit af öðru, þannig að kennarar í dag geta séð þetta örugglega allt saman sem svolítið óvinn kennslunar. En sko þess að maður ætla að gera lítið úr því að eins og bara einhver sem með síðdegis útvarpið á Rás 2 í dag, að það er bara, þú ert að labba upp í Kringlu og 19 og hverjum 20 myndi ekkert vita hvaða manneskja þetta er. En á þessum tíma að þetta vantilega verið svona hálfgerða stjörnur þeir sem voru í útvarpinu. Því það voru ekki, eins og segja, bara ein útvarpstöð og ekki margir þættir og þannig að það vantilega fólk hefur vitað hver þið voruð og fólk hefur þekkt raddirnar eitthvað. Fólki þekkti raddirnar, en á þeim tíma voru jafnvel útvarpsmenn alls ekki sýnilegir og það var ekki talið æskilegt að við værum sýnileg undir fullu nafni. Akkur ekki? Það var bara ekki talið við hæfi, það var bara röddin sem að, vegna þess að þetta var eyrnarheyrn sem að reyndi á og fólk átti ekki að blanda andlitinu við röddina. Það var nokkuð og ég kann góða sögur frá þessum tíma að þar var nú eitt þölur Ríkisútvarpsins sem ég vann með, Jóhannes Seti Larason, afskaplega skemmtilegur og mikill húmoristi og hann þótti var nú lágvaxinn frekar en með þessa líka rosalegu útvarpsrödd, djúpa útvarpsrödd og las fréttir af miklum hátíðleik. Og ég veit að það sönn saga því hann sagði hana sjálfur að hann var í samkvæmi þar sem margir samankomnir og það kemur til hans maður og segir, heyrðu, við ekki kannast svo þessa rödd og þetta tók ekki Jóhannes Arason. Jú, það er maðurinn, sagði hann. Og þá sagði viðmælandans, þú ert þá svona lítill eftir allt saman. Maðurinn með djúpuröddina. Ég man eftir svona mómenti hjá mér, bara þegar ég heyri brotta sinni öll þessi ár í útvarpinu og svo alltaf hitti ég mannin og það var svona einhvern veginn bara óraunverulegt að fá andlit á þessa rödd, sko. Já, það var það á þessum árum og margir sko svona halda sig ekki mikið í frammi sjálfir. Þeir gera ekki sjálfir, vilja bara vera röddin og bak við mikrofónin, röddin og bak fréttirnar og frásögnina. Og það er svona, það er líka kostur fyrir útvarp. Algjörlega. Já. Svo er líka, þetta er mikið kunst. Ég man að svo sem kendi mér mest í fjölmiðlum var að mínu viti ein besta útvarpsrödd Íslandssögunar Gissur Sigurðsson. Já, Gissur var alltaf einstak. Og opbóðslega góðu fréttamaður. Já, og mikið húmoristi alveg. Já, alveg út í eitt, sko. En einmitt, hann skildi hennan miðil svo vel, sko. Og hann hann sagði einu sinni við mig, alltaf þegar ég fer inn í stúdíói, sko, það er alltaf sagt, þessi og þessi lesfréttir, ég sé alltaf Gissur Sigurðsson segi fréttir. Já. Og ég er alltaf með, það er alltaf kona, ég lokast undir augunum, það er góðlátleg kona sem ég hugsa og ég er að segja henni. Já. Þannig að þetta hljómi ekki eins og einhver svona yfirborðslegu lestur. Nei, það er einmitt... Ég er að tala við fólk. Já, þetta er framsögnin. Hún skiptir mjög miklu máli að þú sért einmitt að segja fréttirnar. Akkurat. En ekki bara lesa. En þú er búin að nefna lögguna. Já. Það er líka svona eitthvað, þessum tíma var það ekki frekar óvanilegt að kona væri í lögreglunni? Jú, ég er sannarlega ein af fyrstu lögreglukonunum sem að og í þeim hópi sem að útskrifaðast frá lögregluskóla ríkisins. Við vorum 4 sem gerðum það, 2 höfðu byrjað fyrst í uniformi og svo fórum við allar og luku námi í lögregluskóla ríkisins og útskrifuðumst þá sem fullgildi lögreglumenn og það snýst aldrei máli svona í kvenna barátt, ef við skulum orða það þannig, að það er að konur passi upp og það hafa réttindi. Og þá vorum við bara fullgildir lögreglumenn sem að gengu í öll störf til jafns við eina og þó þetta hefur nú verið svona sérkynlegt fyrst og menn svona hálf óttaslegnir, þá held ég að það hafi marganátt verið föðuleg umhyggja sem að við okkur blasti. Því þarna náttúrulega hafði þetta verið kallastétt og þegar ég fyrir svona aftur í tímar í hugan, þá held ég að þetta verið 600 manns kallmenn sem að voru vinnufélagarnir
og þeir voru þetta feður og við vorum jafnvel eins og dætur þeirra og þeir voru bara hrættir að við réðum ekki við átök og myndi slasast og allavega og það er það sem gerðist auðvitað líka. Þetta átti rétt á sér þessi umhyggja sem frá þeim kom og töluðu auðvitað mikill reynslu því að við lúbarðar eins og hinir og lendum í slysum og slösuðumst alvarlega sumar eins og ég og fleiri. Já, er það svoleiðis? Já. Þeir lúbarðar? Var bara einhver átöknir í miðbæ? Já, þá voru sko núna, þetta er alltaf ofsalega breyttur afbrotaheimur sem við erum að horfa upp á og þegar ég þá meira svona átök á milli manna það var verið að skilja á milli átakahópa, slagsmálahópa fyrir þetta skemmtistaði inn á heimilum og annars slíkt að þannig að reyndi kannski meira á aflið heldur en hugsunina í vissum skilningi en svo núna í dag þetta brotaflokkarnir miklu þyngri þar sem að komin bæði skipulög glæpastarfsemi og öll fíkniefni sem að þú getur ekki alveg hent reiður á það hvort að einstaklingur alls gáður ekki sem þú ert að nálgast. Hvað kom til og vildi fara í lögguna? Það var nú bara svona kannski einhvers konar ævintýra mennska á þeim tíma og mér fannst það bara svona spennandi að prófa það og það var verið að auglýsa eftir lögreglukonum og ég reyndar var nú í veðmáli þá, fór í veðmál með nokkra konur, hver þyrði? Að fara í lögguna? Að fara í lögguna. Ok. Og það var reynda við í gullaldaliði fram, í handboltanum. Við okkur datt það í hug og svo fórum að tala þetta, hvort að konu þyrfti nú ekki láta til sín taka. Og við höfum náttúrulega svona látið ákveð kveða í handboltanum og vorum að reyna að skrá okkur til jafs við kallmenn og kallaliðin og þá var þetta svona partur af prógraminu aðtöku hvort við getum ekki farið í lögregluna og það bara ekki fyndið Sölvi en viku seinna var ég komin í lögregluna. Það svoleiðis bara. Já, það bara þannig. Og varstu lengi í löggunni það? Já, ég bara fyrir heil áratugur í þetta. Það verið í löggunni? Já, við löggunni. Hvað með og svo ferðu upp á RÚV? Já, og svo ég fer ég nú þarna í ýmsum deildum innan lögreglunar og lögregluskólanum og þá erum við starfandi líka samtímis og þá erum við á götunum svo það er kallað og erum bara í venjulegum útköllum, göngum vaktir og í ýmsum sérverkefnum fyrir útlendingaeftirlitið og önnur sérverkefni sem óskað eftir og víneftirlitin og veitingastöðum, fíkniefnaeftirlit og annað. Ég fór inn í slysarannsóknardeild lögreglunar, var í umferðarslysum, var í varðstjórastöðu þar og það var mjög áhrifamikið að koma svona umferðarslysum. Það svona eitthvað sem maður hugsar með sér að hlúta því við sem höfum ekki unnið svona störf heyrum af einhverju umferðarslys í fréttum. Ég man að fyrrverandi kærasta mín mamma hennar, fyrir tengdamóður mín skurðhjúkrunarfræðingur. Já. Og ég man hvernig bílslys í fréttum voru allt öðruvísi fyrir hana því hún var þá að bíða einhver að fara að hringja mig og segja að það neyðarútkall á skurðstofuna því að það einhver bara nær dauðan lífi eftir bílslys. Já. Þannig að það hlýtur að vera svakalegt að koma að alvarlegum bílslys. Það er það og ég stend með að því enn þetta í dag að þegar ég heyri af umferðarslysum þá spyr ég mig ofta að hverjir allir hafi verið á vaktinni. Hverjir fóru í þetta? Þú veist, ég sé svona og þegar ég að gera hér ákveðnum gatnamótum þá kemur upp í hugan svona endurvarpa og gömurslýsi mig komað. Einhverju minningar bara? Já, bara svona, ég sé staurin ennþá, ég sé ljósin ennþá. Þannig að þetta svona, þetta mjög áhrifamikið. En síðan var ég í fíkniefnalögreglunni og þar tók nú alveg við ný veröld, má segja, og þá voru fíkniefnin að svona koma, gera innreið sína inn í íslenskt samfélag
og það var nú svona margt sem að maður vildi nú bara ekki trúa því. Þetta, ég var nú svo ung þá að mér varst þetta að vera svona fólk jafngamalt mér og jafnvel, já, svipum að. Seinni hlutin af þessum þætti er aðgengilegur inni á sölvitryggva.is. Þar fá áskrifundur aðgang að nýjum þætti í hverri viku.